En hjá mér Sigurður Ingi Jóhannsson, varaformaður Framsóknarflokksins. Þín fyrstu viðbrögð við þessum þætti? Já, ég átti sjálfur sér aðeins von á kannski annars konar framsetningu heldur en kom fram. En þarna sem þarna kom fram í sjálfur sér ekkert nýtt sem að Sigmundur Davíð hefur, hvað varðar hann og forsætisráðherrahjónin, sem hann hefur ekki lýst yfir í greinargerðum eða viðtölum. Það að Sigmundur Davíð skuli hafa breytt eignarhaldi á Ventrisfélaginu daginn áður en að lög sem sett voru til höfuðs aflandsfélagunum tóku gildi gerði það að verkum að hann þurfti engar upplýsingar að gefa upp félagi til yfirvalda hér á landi. Hvaða ályktun dregur þú af þessari tímasetningu? Já, fyrst og fremst að þau voru auðvitað að fara að ganga frá brúðkaupi sínu, en að ég geta ekki svarað fyrir einhver einstaka dagsetningar eins og liggur í augum uppi. Hvernig finnst þér þetta líta út? Eins og framsetningin var, þá leit þetta ekki kannski nægilega vel út, en eins og hann hefur lýst þessu mjög skilmerkilega í sínum greinagerðum, að þá bara fullkomlega eðlileg atburðarás í málinu. Heldur þetta hafi ykkur áhrif á stöðu hans sem formanns? Þetta hefur auðvitað haft þau áhrif að umræðan í samfélaginu ekki mjög skemmtileg, ekki mjög jákvæð og ekki grundvöldið þess að skapa svona meiri sátt í þessu samfélagi. En greinagerðir hans hafa verið mjög skýrar og ég get ekki annað en sagt að mér finnst þær vera mjög trúverðugar. Tekur þú undir það að þetta sé einhvers konar herferð gegn honum af hendi fjölmiðla? Mér fannst framsetningin svona vera einhver leyti í þá áttina, já.